Góðan dag og velkomin á fyrsta bæjarstjórnarfund unga fólksins. Fulltrúafundarins eru Heiðrún Edda Pálsdóttir, Valdís María Eggertsdóttir sem varamaður fyrir Bjarna Þormar Pálsson og Hera Guðrún Ragnarsdóttir, Íris Ísafold Sigbjartsdóttir sem varamaður fyrir Petru Mjöll Elvarsdóttur, Ágústa Artúrsdóttir og Hjalti Jóhann Helgason. Svo eru gestir fundarins ekki að vera í endanum, en það eru bæjarfulltrúar, Jakob Björgvin Jakobsen bæjarstjóri, Magnús Ingi Bæringsson tómstunda- og æskulýðsfulltrúi sem hefur tekið að sér að rita fundargerð og Jón Sindri Dagsson aðstoðarmaður bæjarstjóra sem ætlar að sjá tæknimáli fyrir okkur. Ég ætla að byrja á að segja ykkur aðeins frá vegferðinni að þessum fundi áður en við förum í formulega dagskrá. Á þriðja fundi ungmennaráðs þann 21. nóvember kom Jakob Björgvin og kynnti hugmyndina fyrir okkur að halda bæjarstjórnarfund unga fólksins og við tókum bara mjög vel í hugmyndina og fórum strax að móta hugmyndina og gera hana svona að okkar. Við byggum til könnun þar sem bæjarfulltrúar á öllum aldri gafst tækifæri til að koma málefnum á framfæri sem við gætum tekið fyrir á fundum í dag og það hjálpa okkur til að móta málefnin sem við ætlum að flytja fyrir ykkur í dag. Og á dagskrá fundarins í dag eru 4 málefni. Það er húsnæðismál, umhverfi, skólamál og lýðræðisþing GSS. Að loknu flutningi á hverju máli frá fulltrúum ungmennaráðs fær einn bæjarfulltrúi orðið. Eftir umræðu fer fram atkvæðagreiðsla tillögu bæjarstjórnar unga fólksins eða ályktun. Og fyrsta dagskrá er húsnæðismál og það er ég sem að byrja að taka til máls. Ég heiti Heiðrún Edda og er fulltrúi æskulýðs- og íþróttanefndar í ungmennaráði. Ég ætla að ræða húsnæðismál félagsmiðstöðvar en sjálf hef ég unnið þar síðustu 2 vetra. Húsnæði félagsmiðstöðvar hefur ekki verið til fyrirmyndar síðustu ár og því þarf að breyta. Í dag er félagsmiðstöðin staðsett í einbýlishúsi á Skólastíg 11. Húsnæði er ekki hentugt fyrir starfsemi félagsmiðstöðvar. Þröng og lokuð rými í húsinu koma í veg fyrir notkun á ýmsum skemmtilegum búnaði sem Exið hefur upp á að bjóða. Stærsta rýmið í húsinu eða stofan geymir afþreyingarbúnað Exiðsins sem eru 2 borðtennisborð, 1 lítið og 1 stærra, fótboltaspil og púlborð. Ásamt þessum búnaði eru 3 3 sæta sófar og sófaborð í stofunni. Þannig að það er ansi þröngt inni í stofunni. Í opnunum geta ungmennin ekki spila til dæmis borðtennis eða púl á sama tíma vegna plássleysis. Í félagsmiðstöð eiga ungmenni að geta komið og notið sín með vinum sínum. Einbýlishúsið á Skólastíg 14 hentar ekki fyrir starfsemina sem Exið stendur fyrir. Starfsemin í Exinu er til fyrirmynda þrátt fyrir slappt húsnæði og aðstöðu. Ungmennaráðið skorar á bæjarstjórn að endurskoða staðsetningu Exiðsins og finna öðruvísi húsnæði sem hentar og nýtir starfinu betur. Takk. Ég ætla að gefa orðið laust og Ragnar Ingi Sigurðsson, bæjarfulltrúi, hann hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir ágæta bæjarstjórn unga fólksins, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir. Þetta er málefnið sem skiptir samfélag okkar miklu máli. Félagsmiðstöðin okkar er lykilþáttur í uppbyggingu heilbrigðs og sterks samfélags. Hún veitir unga fólkinu okkar rými til að þróa félagsfærni sína, læra af öðrum og taka þátt í skipulögðu starfi. Við þurfum húsnæði sem uppfyllir gott aðgengi, húsnæði sem hefur hentugt rými fyrir ólíka starfsemi og það er hægt að taka undir það sem kom hérna fram áðan. Fyrir okkur sem situm í bæjarstjórn er mikilvægt að við höfum þessa hluti í huga. Einnig er mikilvægt að við hugsum hvaða húsnæði höfum við núna sem gæti nýst sem félagsmiðstöð og er jafnvel hægt að samnýta hana með annarri starfsemi. Og jafnvel í samstarfi milli mismunandi hópa innan samfélagsins eins og skóla, íþróttafélags eða annarra listahópa svo eitthvað sé nefnt.
Ég á því að það nauðsynlegt að við sem samfélag styðjum þá hugmynd að finna hentugt húsnæði fyrir félagsmiðstöðin okkar og ég vona að við finnum lausn sem að allir eru sáttu við. Og allar hugmyndir frá ykkur eru velþegnar ef þið vitum húsnæði sem að þið teljið að hendi ykkar starfsemi eða þess að starfsemi félagsmiðstöðina þannig að og komin á framfæri við okkur. Takk fyrir. Já, takk fyrir Ragnar Ingi. Og ég vil þá bera upp til atkvæða eftirfarandi ályktun varðandi húsnæðismál. Bæjarstjórn unga fólksins leggur áherslu á að tryggja félagsmiðstöð betra húsnæði fyrir starfsemi á næsta vetur. Hverjir eru sammála ályktuninni? Ályktunin er samþykkt samhljóða. Næst ætlar Íris Ísafold að taka til máls. Umfjöllunarefnið er lýsing í sveitarfélaginu. Góðan daginn, kæra fulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Íris Ísafold, er fulltrúi frá grunnskólanum í Stykkishólmi og ætla að ræða lýsingu í bænum. Það eru nokkrir ljósastaurar sem virka ekki, sem veldur því að það er dimmt inn í hverfunum. Það er mikilvægt að ljósastaurar séu virkir á dimmum vetrardegi þegar börn og fullorðnir eru á leið í skóla og vinnu. Einnig viljum við leggja áherslu á lýsingu á leikvöllum til að tryggja öryggi þar. Núna ætla ég að sýna ykkur kort af bænum okkar. Hérna sjáum við nokkra staði sem við höfum merkt inn sem okkur finnst þarf að annaðhvort laga lýsingu eða bæta við. Og fjólubláu staðir eru þurfa að laga og rauðir er að bæta við. Já. Ég vil þakka Írisi fyrir og næst ætlar Hjalti Jóhann að taka til máls. Umfjöllunarefnið er sorpmál. Góðan daginn, ég heiti Hjalti Jóhann. Góðan daginn fulltrúar bæjarins, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég er fulltrúi grunnskólans í Stykkishólmi og ég ætla að tala almenningstunnur í Stykkishólmi. Almenningstunnur í sveitarfélaginu okkar eru til fyrirmyndar og það er víða hægt að henda rusli meðan maður er í göngutúr. Hins vegar vantar tunnur inn í hverfin okkar eins og Flatinnar, Hjallatangan og Tjarnarhúsin og einnig vorum við hugmynd að hafa flokkaratunnur sem sagt tvískiptatunnur á einhverjum stöðum eða setja 2 tunnur á eitt staur og merkja þær vel. Það er mikilvægt að flokka og það er enn betra ef að sveitarfélagið sýnir gott fordæmi. Til að gera tunnurnar okkar enn fallegri og meira áberandi væri hægt að fá vinnuskólann eða nemendur í myndlist í grunnskólanum til þess að mála og skreyta ruslatunnurnar. Núna ætla ég að sýna ykkur kort með tillögum af fleiri staðsetningum á ruslatunnum. En ef við með rauðir punktar hérna eru ruslatunnurnar sem eru nú þegar. Svo eru grænir punktar eru grenndargamanir. Við erum með bláa punkta voru tillögur staðsetningu á nýjum tunnum og gulir punktarnir sem eru inn í rauðum punktum með það sem að geti haft flokkunarstöðar. Ég vil þakka Hjalta fyrir. Ég gef nú orðið laust og hefur Haukur Garðarsson óskað eftir að taka til máls. Takk fyrir það, bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að fjalla aðeins ljósastaurana. Þessi ljósastaur með því bentu og flott vinna og komið svona kort. Þetta er alveg frábært að fá svona gögn og geta horft á þetta og vekja athygli á þessu máli. Hvað varðar staurar sem eru ljóslausir þá er það alltaf eitthvað sem bara við að fá umsæðurist athugasemdir og laga bara fljótt og getum. Við að sjálfsögðu lögum það ekki eitt staur í einu, við söfnum því upp. En þetta er bara að gera strax og svo er mjög áhvert að sem þið bent á að það mætti fjölga staurum og ég er alveg sammála því að það eru svæði sem kannski má fjölga og við þurfum aðeins að skoða það þó að það sé auðvitað stærra verk en mjög frábært að fá þessa tillögu frá okkur. Hvað varðar sorpið, aftur, mjög góð gögn og vel unnið og skemmtilegt að fá þetta svona
og mér finnst þetta frábær hugmynd. Mér finnst þetta bara að leggja þetta til svona, þetta er eitthvað sem kannski við höfum staðið okkur mjög vel. Við byrjuðum í þessu sorpflokkun, við erum svona voru leiðandi þar allan og höfum held í staðið þá plikt bara mjög vel og það er alltaf verið að bæta í. Ekkert langt sem við komum sér grendastöðar sem er bara mikið búbót og hérna niður á Höfn komin tunna sem er skipt og hægt að flokka í hana. Þarna er því að taka það lengra og mér líst bara ágætlega á það. Og númer 1 er þetta að fjölga tunnum og setja það sem vantar algjörlega, það er bara eitthvað sem við höfum að bregðast í strax. Að vera með 2 tunnur náttúrulega bara, getur verið tæð snilt, við þurfum að byrja á því á einhverjum ákveðnum stöðum og svona byggja upp og sjá hvernig það kemur út. Þannig að mér líst alveg rosalega vel á þessa tillögur hjá okkur og koma fram og ég skal hérna bara gefa mér það, að berjast fyrir þessu fyrir allan næstu fjarlagagerð sem við verum í sko. Ef ekki bara strax í sumar, sumt það sem getum við gert strax því að það er ekkert rosalega dýrt en annað kannski krefst aðeins meira og við þurfum að skoða það. Þannig að ég skal vinna með eldra fólkinu hérna sem á að bera ábyrgð á þessu og bera ábyrgð á þessu klárlega að ýta í þetta og ég reikna nú með, ég sé að fólk svona að jánka þannig að þetta sé bara eitthvað sem ég vilja gera. Takk fyrir góða vinnu. Ég vil þakka Hauki fyrir. Ég vil þá bera upp til atkvæða eftirfarandi ályktanir fundarins varðandi umhverfismál. Bæjarstjórn unga fólksins leggur fyrir tillögu fleiri ljósastaura samkvæmt korti. Bæjarstjórn unga fólksins leggur fyrir tillögu staðsetningu ruslatunna með möguleika á fjölgun með tvískiptum tunnum. Hverjir eru sammála þessum ályktunum? Ályktunin er samþykkt samhljóða. Næst ætlar Valdís María að taka til máls. Umfjöllunarefnið er fjármagn til félagslífs. Góðan daginn, ég heiti Valdís María Eggertsdóttir og er fulltrúi Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Félagslíf í Fjölbrautaskóla Snæfellinga hefur verið gott síðustu ár en félagsgjöld og fjöldi nemenda stendur ekki undir fjölbreyttum viðburðum sem gera skólann spennandi. Í skóla á stærð við FSN er krefjandi fyrir nemendafélagið að gera viðburði spennandi vegna fjármagns. Félagslíf nemenda er mjög mikilvægur þáttur í framhaldsskólum. Fyrirmyndar félagslíf í skóla hvetur nemendur úr grunnskólum til að koma í skólann. Á Snæfellsnesi eru grunnskólarnir ekki fjölmennir og það getur verið mjög misjafnt hversu margir koma í FSN og það getur verið mikill missir ef til dæmis 5 nemendur úr einum árgangi ákveða að fara í annan framhaldsskóla. Til þess að nemendur úr 10. bekk sækist í að fara í FSN og búa lengur í sveitafélaginu þarf félagslífið í skólanum að vera sterkt. Að sjálfsögðu er það nemendahópur skólan sem skapar lífið og stemninguna í skólanum. Fjármagn nemendafélagsins hefur hins vegar mikil áhrif á hvernig viðburðum er hægt að standa fyrir. Nemendafélag skólans okkar hefur staðið sig mjög vel síðustu ár og við erum ekki að gera lítið úr vinnunni þeirra fyrir skólalífið. Nemendur og skólan. Þess vegna viljum við hvetja sveitafélögin á Snæfellsnesi að styrkja nemendafélag FSN árlega með fjármagni fyrir viðburði. Takk fyrir. Takk fyrir Valdís. Ég gef orðið laust og hefur Þórhildur Eyþórsdóttir óskað eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúar, bæði yngri og eldri kynslóðar. Takk fyrir yfirferðina. Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þáttöku í lýðræðisþjóðfélaginu okkar. Og framhaldsskóla árin þau eiga að búa nemendur undir þáttöku í samfélaginu, hvort sem undirbúningur í atvinnulífinu eða til frekara framhaldsnáms. Og hluti þessa alhliða þroska sem við eigum að vera að efla í framhaldsskólum er einmitt félagsþroskinn og það undirstrikar mikilvægi öflugs félagslífs innan skólana. Þátttaka í félagslífi hefur mótandi áhrif á félagsfærni sem svo nýtist í lífinu almennt og hefur einnig að ég tel mikið forvarnagildi. Svo er þetta eitt skemmtilegasti tíminn í lífi ungs fólks og mér sýnist á öllu svona þegar ég skrolla í gegnum samfélagsmiðla nemendafélagsins
að FSN er að standa sig vel. Það eru reglulega uppákomur af ýmsu tagi sem er vel. En ég get alveg tekið undir að þetta er ekki bara undir góðu fólki komið, heldur er fjármagn nauðsynlegt og mikilvægur liður í því að efla félagslíf og viðburði skólans. Þetta er því eitthvað samtal sem við vonandi getum átt, því það er jú mikilvægt að halda áfram að huga að unga fólkinu okkar líka eftir að grunnskólagöngunni lýkur. Takk. Ég vil þakka Þórhildi fyrir og næst ætlar Hera að taka til máls og umfjöllefni er mötuneytismál. Góðan daginn, ég heiti Hera Guðrún og er nemandi á fyrsta ári Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Ég ætla að ræða matinn og matarmiða í FSN. Nemendur FSN eru sáttir við matinn í mötuneytinu en þeir eru ekki sáttir við verðið á matnum. Þetta leiðir til þess að nemendur sækjast frekar í mat í kjörbúðinni þar sem þau fá meira fyrir peninginn sem er ekki hollur kostur. Nemendur væri sáttari við verðið ef það væri meira val þann mat sem boðið er upp á eins og til dæmis salatbar eða val á nokkrum réttum. Ég ætla að sýna ykkur samanburð að verði á mat á nokkrum skólum á landinu. Hér má sjá matarverð FSN, MB og FFA. Meðalverð í FSN er 1.700 en í MB er það frá 1.000 til 1.400. Meðalverð í FFA fer frá 1.250 til 1.200. Hér er MA, FNVAF og FSN. MA er skóli sem býður upp á vist, þannig að þau hafa mikið úrvali af matarmiðum en meðalverð fer í kringum 1.650. Í FNVAF er kostnaður 2.200 sem er mikið meiri en í FSN en þar má velja 3 rétti og 1 salatbar. MI er meðalverð 1.118 til 1.400 og ME er 1.150 til 1.375. En það sem við sjáum mjög áberandi hérna er að aðrir skólar bjóða upp á mikið meira úrval og einnig að stök máltíð kostar yfirleitt örlítið meira heldur en kort til dæmis. Og já, takk fyrir. Takk fyrir Hera og ég ætla að gefa orðið laust og það er Heiðrún Höskuldsdóttir sem er óska eftir að taka til máls. Já, ágætu ungu bæjarfulltrúar og eldri bæjarstjóri. Mér var falið að fjalla í stutlega mötuneytismál og þá sérstaklega mötuneytismál í FSN. Og til þess að undirbúa mig þá náði ég nú að ræða stuttlega við nokkra nema í FSN þeirra reynslu af mötuneytinu og heyrðist mér flestir vera sæmilega ánægðir með matinn en krökkunum þykir hann greinilega heldur dýr. Og ég ræddi líka við nokkra foreldra svona í kringum mig og ég heyrði það alveg að fólki þótti þetta svona alveg í hærri kantunum og Hera Guðrún fór einmitt mjög vel yfir verðin. Ég nefnilega að skoða þetta líka í fleiri skólum bara þetta saman og máltíðin á 1700 krónur og bara til að taka það saman þá er þetta 34.000 krónur á mánuði sem er há upphæð fyrir barnafjölskyldur. Það er það. Og ég á nú sjálf 4 börn og þau reyndar koma á svolítið löngu tímabili en ég get rétt ímyndað mér ef ég væri með 3 eða 4 börn bara í skóla og framhaldsskóla. Það væri bara ansið þungu pakki. Kannski eitt í leikskóla líka. En já, Hera fór vel við verðið. Og en svo skoðaði ég nú líka og þekki náttúrulega í mötuneyti sjálf í minni vinnu og sem viðmið þá má nefna að 600 krónur er núna gefið upp sem kostnaðarverð hádegismáltíðar hjá ríkisstarfsmönnum og það kostar 615 krónur máltíðin til dæmis í grunnskólanum bara svona til að bera þetta saman. Og það er líka kannski áhugavert að skoða nýtingun á mötuneytinu og
eru krakkarnir almennt að kaupa sér máltíðir eða eru þau mikið að fara í búðina? Hún nefndi það nú líka, hún Hera fór yfir þetta og þau eru virkilega að fara, við vitum það alveg, að þau fara mikið í búðina og kaupa sér eitthvað dótari sem er kannski ekki alltaf hollasti kosturinn. En skólinn hlýtur nú að fylgjast með þessu og taka því sem rauðu flaggi ef salan í mötuneytinu er að dragast mikið saman eða mikla breytingar eru. Og það er einnig ljóst að það getur verið snúið að vera með matseðil í boði sem að öllum nemum og kennurum líkar við. En þar sem stærsti hluti viðskiptavina mötuneytisins er ungt fólk, þá hef ég nú trú á því að reynt sé að hafa matseðilinn í takt við það. Og unga fólkið okkar í FSN á að fá að hafa áhrif á það sem er í boði í mötuneytinu og verðlagið á matnum sem er í boði og það eiga þau til dæmis að geta gert með því að koma sínum skoðunum með framfæri, til dæmis í gegnum sitt nemendaráð í skólanum til stjórnenda skólans. Og mér fannst, eftir því sem mér heyrðist vera mikil ánægja með hafragrautin sem er frýr í skólanum á morgnana og er það vel gert að bjóða upp á það. Það má hins vegar alltaf gera betur og mötuneytismálin þurfa sífellt að vera í endurskoðun og taka þar gagnrýni á þau af fullri alvöru. Og það er sama hvort er að ræða mötuneyti í grunnskólanum eða í framhaldsskóla og reyna að laga það sem hægt er. Það þarf ekki að kosta mikið að gera þetta vel, bjóðum unga fólkinu okkar upp á hollan og góðan mat á góðu verði. Takk. Já, ég vil þakka Heiðrúnu fyrir. Ég vil þá bera upp til atkvæða eftirfarandi ályktanir fundarins varðandi skólamál FSN. Bæjarstjórn unga fólksins hvetur bæjarstjórn Stykkishólms beiti sér fyrir því að sveitarfélög á Snæfellsnesi taki samtalið aðkomu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi að eflingu félagslífs FSN. Bæjarstjórn unga fólksins hvetur bæjarstjórn Stykkishólms til að beita sér fyrir lækkun á máltíðum til nemenda í FSN. Hverjir eru sammála þessum ályktunum? Ályktunin er samþykkt samhljóða. Næst ætlar Ágústa að taka til máls, umfjöllunarefni er lýðræðisþing GSS. Kæri bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Ágústa og ég, Hjalti og Íris erum fulltrúar frá grunnskólanum í ungmennaráði. Við, ásamt nemendaráði skólans, heldum lýðræðisþing GSM þann 15. apríl. Við ætlum að fara yfir niðurstöður þingsins með ykkur í dag. Lýðræðisþing GSS var haldið 15. apríl og unglingastigið og 7. bekkur hittist í Stykkinu þar sem voru rætt nokkur málefni hvað mætti bæta í skólanum. Það var rætt skólalóðina, húsnæði skólans, húsnæði exisins, hádegismaturinn, sérfræðiþjónusta skólans, félagslífið og viðburðir skólans, nám og kennsla, símabann og nýju tölvurnar og að lokum árshátíðin. Við tókum saman niðurstöðurnar og ætlum að renna snögglega yfir það fyrir ykkur. Það helsta sem var nefnt varðandi húsnæði og lóð skólans var meiri afþreyingu í skólan og það aðallega í Stykkið. Út af nýja símabanninu þarf meiri afþreyingu fyrir nemendur. Einnig er óskað eftir fleiri boltum og leiktækjum á skólalóðina, til dæmis stærri kastala, apagrind, betri fótboltavöll, hjólabrettarampar og fleira. Hugmyndir af afþreyingu í Stykkið eru til dæmis þýthokki, púlborð, pingpong, lítil körfuboltaspjöld og mjúkir boltar. Hádegismaturinn var mikið ræddur og það eru margir ósáttir matinn. Nemendur eru ósættir með gæði matarins, það er oft unnin matvara í hádegismatinn. Einnig var mikið rætt matarskammtana en það fara margir svangir úr hádegismat. Það leiðir líka til þess að nemendur fara í bónus og kaupa sér ruslfæði sem er ekki heilsueflandi. Það sem gæti komið í veg fyrir þennan vanda væri að bjóða upp á fjölbreyttari og betri mat. Unglingastigið fer alltaf fyrst í hádegismat sem leiðir stundum til þess að skammtarnir eru litlir því það er verið að spara matinn fyrir yngri bekkina. Þá er oft afgangur eftir yngri bekkina sem er ekki nýttur. Við leggjum til að prófa að leyfa unglingastiginu að vera síðust í mat. Varðandi nám og kennslu var það helsta sem kom frá nemendum að hafa fjölbreytta kennslu, þá aðalega að bjóða upp meira upp á verklega kennslu, sérstaklega í náttúrufræði. Það komu nokkrar hugmyndir að bæta félagslífi í skólanum. Nemendur eru mjög spenntir fyrir því að efla samstarf milli grunnskóla á til dæmis Snæfellsnesi, með því að halda íþróttakeppnir í ýmsum íþróttum við skólaárið. Það myndi efla tengsl milli ungmenna á Snæfellsnesi og auðvelda lendinguna í FSN. Takk fyrir mig. Takk fyrir Ágústa. Ég gef þá orðið laust
og hefur Hrafnhildur Hallvarðsdóttir óskað eftir að taka til máls. Já, ágætu ungu bæjarfulltrúar og eldri og bæjarstjóri og aðrir starfsmenn. Ég vil byrja að fagna þessum bæjarstjórnarfundi unga fólksins og ég vona að verði fastur liður í starfsemi Stykkishólmsbæjar. Verði kannski einu sinni á ári því það er gott að heyra ykkar skoðanir og ykkar raddir. Ég ætlaði að ræða félagslífið í grunnskólanum og skort á ýmsum afþreyingarmöguleikum, eins og við sögðum. Ég held að það sé alveg, nú veitum við það að það er að koma nýr skólastjóri, svona einhvern tíðan, næsta haust, tekur við nýr skólastjóri og ég tel alveg eðlilegt að við tökum samtal við þann aðila hvernig við komum til móts við ykkur og vissulega þurfum við að heyra hvað er það virkilega sem er kannski efst. Við kannski ekki að kaupa allt í einu en það er að raða niður hvað kaupum við fyrst. Og nú þekki ég ekki alveg hvort það sé enda að vera að kenna í Stykkishólmi eða hvort það sé fyrir afþreyinguna, þekki ég ekki alveg en allavega Stykki var nefnt og kannski vantar líka aðstöðu í skólanum. Þið nefndu líka skólalóðina og þessi skóli var vígður, tekið inn í notkun 1985, dálítið langt síðan. Og lengi vel var skólalóðin dálítið vanbúin, en það hefur verið gert töluvert mikið við skólalóðina. Við erum búin alveg með 2 hluta þeirri vinnu og 3. hlutin kannski eftir til að bæta við þá tækjum og þá enn og aftur. Það er alltaf kröfun svolítið að breytast og möguleikana. Þegar við förum í 3. hluta þá munum við vissulega að taka samtal við nemendur í grunnskóla. En það er líka rétt að taka það fram að vinnu við skólalóð líkur aldrei. Það þarf alltaf að vera að bæta við og breyta og laga. Og við vonandi stöndum okkur, höldum áfram næsta vetur við að bæta við skólalóðina. Já, ég held ég svo sem búin að segja það sem ég ætlaði að segja. Ég ætla ekki að segja nú ef við kaupum þetta morgun eða hinn. Við ákveðum ekki hér á þessu húsi heldur er það aðrir sem ákveða og við ákveðum hvort við hvaða peningaúthlutun. En gott að taka samtalið og gott að fá svo skoðanir frá okkur. Og ég vona það að í lýðræðiskönnuninni GSS að það sé þá svolítið til upplýsingar hvað það er sem vantar mest og hvað þið viljið helst. Að ég held líka að óskir og kröfur, ég held að þær breytist líka svolítið. Það er alltaf eitthvað nýtt að koma. Þannig að eitthvað kannski sem var ákveðið fyrir 5 árum er kannski ekki það sem er mest eftir svolítið í dag. En bara takk fyrir fundin og takk fyrir þessar hugmyndir og ég vona að ég sé okkur næsta ári. Ég hlakka líka til þess að ég er komið að sitja í bæjarstjórn og ég er bara gömul og eitthvað. En takk fyrir fundin. Takk fyrir Hrafnhildur. Ég gef þá orðið laust og hefur Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir óskað eftir að taka til máls. Fundarstjóri, glæsilegu ungu bæjarstjórnarmenn og gömlu bæjarstjóri og aðrir þeir sem hér eru. Bara ég vil segja eins og aðrir bæjarfulltrúar sem hafa komið hérna upp af eldri kynslóðinni. Takk fyrir skemmtilegan fund. Það er gott að fá að hlusta á ykkur og heyra ykkar raddir og það er nákvæmlega svona sem að við getum breytt hlutunum, heyra sem flestar raddir. Ég ætlaði aðeins að ræða mötuneytismálin af því þau bara koma að nemendur séu ekki sáttir við mötuneyti. Það er náttúrulega mjög slæmt og sérstaklega það sem við erum að tala heilsuefnaldi grunnskóla að þá er vissulega ekki gott að nemendur séu að flykkjast út í Bónus og kaupa sér keks og kókumjólk. Það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Þetta er samtal sem ég sé fyrir mér að við þurfum hreinlega að taka með forstöðumanni Höfðaborgar því að það er í rauninni þaðan sem að stýringin kemur og þetta með mataskammtana og það að fara svangur mat, það er
hef ég trú á eitthvað sem við hljótum að geta lagað og bara sniðug hugmynd að prófa að víxla þessu og það er þá samræða sem við þurfum að eiga með skólastjórnendum það að unglingastigið fái að koma á undan. En ég skal klárlega styðja við ykkur í því að reyna að ráða bragðbóta á þessum efnum því að það líður engum vel og vinnur enginn vel ef hann er svangur. Takk. Ég vil þakka Steinunni fyrir og ég gef það orðið laust og hefur Ragnar Már Ragnarsson óskað eftir að taka til máls. Ágætu bæjarfulltrúar, ungu bæjarstjórnarinnar. Ég ætla bara að þakka fyrir góð erindi og það er nauðsynlegt að skoðanir ykkar komi fram og ég er alveg viss að eldri bæjarfulltrúar hlusti á þetta og taki mark á þessum ábendingum ykkar. Varðandi fjölbreyttara nám og kennslu í náttúrufræði þá er það náttúrulega bara mjög jákvætt og þetta er eitthvað sem að þyrfti kannski að taka samtal við mæntilega nýjan skólastjórnanda og þá sem að munu taka við því starfi núna fyrir næsta skólaár og spurning hvort það mætti reynilega vera í meiru heldur en náttúrufræði að bjóða upp á frekari verklega kennslu en þetta er eitthvað sem að við þyrftum að taka samtal á næsta skólaári og ég efast ekki að við eldri bæjarfulltrúar munum reyna að leggja okkar að mörkum ef að þið komið hugmyndar til okkar. Varðandi að efla félagslífið í grunnskólanum þá er það náttúrulega mjög gott og nemendafélagið kannski þyrfti að hafa svolítið svona frumkvæði að því er að koma frá nemendunum og þá í samráði við skólastjórnendur og ef að bæjaryfirvöld gætu aðstoðað við það með einhverjum hætti að þá efast ekki það. Varðandi samstarf milli skólana á Nesinu og jafnvel fleiri skóla þá er það náttúrulega mjög góð hugmynd líka og jafnvel hvort að félagsmiðstöðvarnar gætu átt einhvers konar samstarf varðandi að halda til dæmis íþróttamót á þessum stöðum að þá ætti það ekki að vera mikið mál því að það er góð aðstaða á öllum þessum stöðum bæði Grundarfirði og Snæfellsbæ og Stykkishólmi. Þannig að þetta held ég að sé nú bara eitthvað sem að menn ætti að kýla á og ég er sammála því að þetta mun vera svona góðu grunnur að kynnast áður að krakkarnir mætast og hittast svo í fjölbrautaskólanum þegar kemur að því. Þannig að og eins og að komast á milli staða eða eitthvað slíkt þá er það nú ekki stóri peningar ef að krakkar myndu vilja sækja einhvers konar styrk í rútuferðir að þá efast ekki að bæjarstjórn myndi samþykkja fjármagni þetta. En ég þakka bara fyrir góða erindi, þetta var virkilega gott og verður umhugsunarefni fyrir okkur sem eldri eru. Takk. Ég vil þakka Ragnar fyrir. Ég vil þá bera upp til atkvæða eftirfarandi ályktanir fundarins varðandi lýðræðisþing GSS. Bæjarstjórn unga fólksins leggur áherslu á að leita verði leiða til að auka afþreyingu í grunnskólanum. Bæjarstjórn unga fólksins leggur áherslu á að gæði hádegismats til nemenda verði tekin til skoðunar. Bæjarstjórn unga fólksins leggur áherslu á að kennsla verði fjölbreyttari með áherslu á verklega kennslu. Bæjarstjórn unga fólksins hvetur til aukins samstarfs félagslíf milli grunnskólanna á Snæfellsnesi. Hverjir eru sammála þessum ályktunum? Ályktunin er samþykkt samhljóða. Dagskráin er ekki lengri hjá okkur. Ég vil þá bara þakka öllum fyrir góða fundarsetu og gagnlegar umræður og ég slít fundi klukkan 17:42. Maður gerti með þetta.